Til Danmerkur með eina ritvél. Þegar ég hafði útskrifast úr Liðsforingjaskólanum hélt ég að ég ætti að fara til skyldustarfa austur af vígstöðunum að nýju eins og raun varð á flesta skólafélaga minna. Svo var þó ekki. Mér var tjáð að ég ætti að fara til Kaupmannahafnar þar sem mín biði það hlutverk að sjá til þess að þýskar stríðsfréttir ættu greiðari leið inn í danska fjölmiðla. Mér leist þetta segja ekkert á að eiga að fara til Danmerkur. Það var ekki til þess sem ég hafði gerst sjálfboðaliði. Mér var heldur aldrei sérlega vel við Dani og hafði lítinn áhuga að vera samvistum með þá. Einnig var mér illa við að fara til Danmerkur af því að faðir minn hafði verið þar sendiherra og ég hafði sjálfur verið þar langdvölum og átti þar ættingja og vini sem alls ekki voru hliðhollir Þjóðverjum. Ég sá þó að frá sjónarmiði Þjóðverja var upplagt að ég færi þangað þar sem ég var kunnugur og talaði málið. Ég reyndi að afsaka mig og sagðist ekkert kunna til verka á þessu sviði. Þá var mér sagt að fara í kynnisferð til Brussel og Haag því að þar væru menn sem hefðu nákvæmlega sama hlutverk og þar gæti ég séð hvernig þeir færu að. Ég varð að hlýða og lagði af stað með lest til Hollands og Belgíu. Mig minnir að ég hafi dvalið í 1 eða 2 daga á hvorum stað. Það kom í ljós að þessir menn höfðu góðan aðgang á sumum blöðum, en önnur vildu lítið sinna þeim nema til málamynda. Þegar ég kom aftur til Berlínar var ég að vona að þeir í Kriegsberichterabteilung hefðu skipt skoðun og myndu leyfa mér að fara á vígstöðvarnar þar sem þýski herinn var að leggja upp í þriðju sumarsóknina, en því var sannarlega ekki að heilsa. Ég fékk fyrirmæli að fara til Danmerkur og þeim varð að hlýða, hvort sem líkar það betur eða verð. Það hefði lítið þýtt fyrir mig að vísa til þess að í bréfinu sem ég skrifaði þýska hernum á sínum tíma tók ég fram að ég vildi helst ekkert hafa með Danmörku að gera. Einhvern tíma sumarið var ég sendur af stað frá Berlín til Kaupmannahafnar. Ég var látinn hafa með mér eina ritvél og annað ekki. Fékk í rauninni engin fyrirmæli og enga aðstöðu og átti að bjarga mér algjörlega sjálfur. Eiginlega vissi ég ekkert hvað ég átti af mér að gera í Danmörku. Ég var þó búinn að sjá hvernig þetta starf var unnið í Hollandi og Belgíu og leist ekkert illa á verkefnið. Ég taldi að það gæti verið áhugavert viðfangsefni að reyna að semja við dönsku blöðin og fá þau til að birta meira af þýskum stríðsfréttum. Danmörk var gósenland miðað við Þýskaland og reyndar miðað við flest önnur Evrópulönd á þessum tíma. Það ríkti aldrei nein neyð og varla hægt að tala skort nema á einstökum vörutegundum. Þeir sem höfðu sambönd gátu alltaf fengið allt sem þá vanhagaði Bensín og fleiri vörutegundir mátti alltaf fá á svörtum markaði. Danir framleiddu sjálfur ýmislegt, til dæmis sígarettur og dönsku tóbaki, og það mátti vel reykja þær, þótt tóbakið frá Fjóni jafnaðist ekki á við það innflutta. Engin skortur var á matvælum þótt einstakar vörutegundir væru skammtaðar og ég gat alltaf sendt Hildi matarpakka til Þýskalands. Landið var vissulega hernumið af Þjóðverjum en samt var staða Dana öllu betri en annarra hersetinna ríkja, einkum framan af. Þetta var vegna þess að ríkisstjórn Danmerkur hafði kosið víðtækt samstarf við Þjóðverja á öllum sviðum. Því var löglega kjörin stjórn við völd í Danmörku en ekki leppstjórn Þjóðverja eða hrein þýsk stjórn. Þetta leiddi af sér að málefni Danmerkur heyrðu undir utanríkisráðuneytið en ekki undir herinn eða SS. Þess vegna var fulltrúi þýska utanríkisráðuneytisins Dr. Werner Best æðsti maður Þjóðverja í Danmörku allt stríðið, þótt oft yrðu hörð átök á bak við tjöldin. Honum átti ég eftir að kynnast vel. Dr. Best hafði tekið við af Rente Fink, sendiherra Þjóðverja í Danmörku í árslok 1942. Hann bar þó ekki sendiherranafnbót. Best var lögfræðingur fertugt, ættaður frá Rínarlöndum. Hann þótti ekki harður í horn að taka og átti mjög gott samstarf við forsætisráðherrann Erik Scavenius.
Hins vegar var hann undir stöðugum þrýstingi frá Berlín því ýmsir ráðamenn þar vildu að Danir yrðu teknir föstum tökum. Þegar ég kom til Kaupmannahafnar fór ég fyrst á Missionshótelið Hebron rétt hjá aðalbrautarstöðinni. Það var ódýrt og gott hótel og ég var þar nokkrum tíma uns ég flutti á pension Gotha við Norrevoldgade. Seinna fékk ég góða íbúð búna vönduðum húsgögnum sem var í gömlu stóru húsi við Vesturvoldgade. Þar var stór stofa, svefnherbergi og lítið eldhús. Eitt fyrsta verk mitt í Danmörku var að taka upp ritvélina og skrifa stórblöðunum Berlingi og Politiken, Sósíaldemókraten og Nationaltíðindi og kannski fleirum. Í bréfinu sagði ég þeim í hvaða erindum ég væri komin til landsins og að hlutverk mitt væri að fá blöðin til að flytja meira af þýskum stríðsfréttum. Ég hafði ekki hugmynd að Dr. Best hafði nokkurra mánaða skeið reynt að hafa áhrif á blöðin í sama skyni. Kannski hefur mönnum ekki þótt starf hans bera nægan árangur að þessu leyti, en hafi ætlunin verið að beita auknum þrýstingi held ég að ég hafi tæpast verið rétti maðurinn til þess. Vegna þess hvernig málum var skipað í Danmörku hafðu Þjóðverjar engin beina áhrif á fréttaflutning dagblaða og útvarps. Ef eitthvað féll þeim ekki í geð urðu þeir að kvarta við danska utanríkisráðuneytið sem reyndi þá að kippa í spottana. Eiginlega ritskoðun var alls ekki að ræða þegar ég kom til Danmerkur. Eftir nokkra daga fékk ég skilaboð frá einum ritstjóranna, Hassager, aðalritstjóra dagblaðsins Politiken. Hann bað mig að hitta sig, því fór ég í húsakynni Politiken og var vísað upp á skrifstofu Hassagers. Hann tók vel á móti mér og bauð mér sæti. Mér var fljótlega ljóst að hann talaði fyrir öll stórblöðin. Ég byrjaði á því að segja honum nánar af því hvert hlutverk mitt væri. Ég sagðist fá alls konar fréttir af stríðinu, myndir, teikningar og fleira. Erindi mitt væri að vita hvort ekki væri unnt að fá dönsku blöðin til að birta meira af þessu. Já, okkar mat það, segir hann, að fréttaflutningurinn verði heldur einhliða ef við birtum meira af þýskum stríðsfréttum en nú en ef þér getið útvegað okkur leyfi til að birta líka fréttir frá bandamönnum, þá ekkert því til fyrirstöðu að við tökum meira af þessum fréttum. Ég fór að hlæja og sagði, þetta get ég vel skilið, ég skal reyna að fá leyfi en ég ansi hræddur að það takist ekki. Við héldum áfram að ræða saman ýmsa hluti, þá sagði Hassager allt í einu, en ef það kemur eitthvað sem sérstaklega fréttnæmt fyrir okkur þá viljum við gjarnan fá það. Hann var svo mikill blaðamaður í sér að hann gat ekki stillt sig. Ég lofaði honum að ég skyldi muna eftir þessu, en sá að tilmæli mín mundu lítinn árangur bera. Rétt eftir að ég kom til Danmerkur, líklega áður en ég hitti Hassager, hringdi ég í Walter Schwarz sem ég hafði kynnst á Skagen þegar ég var unglingur og var nú orðinn virtur blaðamaður við Politiken og var titlaður redaktör. Þennan titil fengu allir blaðamenn sem voru komnir dálítið hátt í virðingarstíganum. Ég sagði Schwarz að mig langaði mikið til að hitta hann og rifja upp gömul kynni. Það varð úr að við drukkum kaffi saman á veitingahúsi. Ég fann fljótt þegar við fórum að ræða saman að hann var harður andstæðingur Þjóðverja eins og eðlilegt var danskan föðurlandsvin og þótti mjög miður að ég skyldi ganga erinda þeirra. Ég man að ég sagði við hann, þetta dálítið erfitt fyrir mig því að mér sagt að gera þetta og hitt og ég verð að hlýða. Það gekk hægt hjá mér að koma þýsku fréttaefni í blöðin en undir niðri skildi ég Danina vel og fannst eðlilegt að þeir væru tregir til að birta mikið af þessu. Þó var oft hægt að koma ýmsu að með lagni og sum blöðin birtu töluvert af þeim fréttum sem ég sendi þeim, bæði lýsingar úr stríðinu og ýmislegt annað. Þetta voru aðallega blöð úti á landi og einstaka önnur blöð og helst ef eitthvað sérstakt var að vera. Útvarpsfréttir fékk ég líka sendar og átti að koma þeim á framfæri við danska útvarpið. Líklega hafa þetta verið upptökur af hljómplötum því að á þessum tíma var ekki farið að nota segulbönd utan Þýskalands. Einnig fékk ég myndir og teikningar og kvikmyndir sem ég dreifði. Þetta voru fréttamyndir frá vígstöðunum.
Kvikmyndahúsin tóku sumt af þessu en annað ekki. Ég var þess ekki var þessa fyrstu mánuði að fjölmiðlarnir væru smeykir við að hafna þessu efni. Ég var heldur ekki að beita menn neinum þrýstingi eða hóta þeim neinu. Ég var einungis að reyna að fá blöðin til að leyfa sjónarmiðum Þjóðverja að koma betur fram í fréttaflutningi og láta ekki óvild í garð þeirra koma fram á jafn opinskáan hátt og oft varð. Mér var þó fremur lítið ágengt við þetta. Þannig var ástandið fram í ágúst en þá dró til tíðinda í Danmörku. Seint í mánuðinum hófust víðtæk verkföll og það kom til átaka milli Þjóðverja og verkfallsmanna. Hanneken hershöfðingi yfirmaður þýska herliðsins lýsti yfir herlögum og ríkisstjórn Skaveniusar lagði niður völd. Eftir það var Danmörk án ríkisstjórnar til stríðsloka. Danski herinn sem fengið hafði að vera óáreittur var afvopnaður og hermennirnir hafðir í haldi sinn. Löngu seinna frétti ég af því að Himmler hefði farið fram á 4.000 ungir danskir hermenn yrðu sendir til Þýskalands og hafði þar í haldi á meðan verið var að reyna að fá þá til að ganga í Waffen-SS og berjast á austurvígstöðunum. Hitler féllst á þetta en Dr. Best gat hindrað að áætlunin kæmist í framkvæmd. Það gerði hann með því að benda á að danskir bændur tækju það án efa óstinnt upp ef synir þeirra yrðu fluttir nauðugir til Þýskalands og það gæti haft ófyrirséðar afleiðingar því Danmörk var forðabór Þýskalands. Þegar þessir atburðir gerðust kallaði Dr. Best ritstjóra stærstu kaupmannahafnarblaðanna ásamt fulltrúum frá útvarpinu á sinn fund og tilkynnti þeim að hér eftir yrðu allar fréttir háðar ritskoðun og hið sama gilti annað efni í fjölmiðlum. Eftir þetta beittu Þjóðverjar blöð og útvarp þrýstingi til að fá birtar allar þær fréttir sem þeir vildu láta birta. Ég réði ekkert við þetta því ég fekk fyrirmæli að ofan frá Dr. Best en það var auðvitað líka þrýstingur á honum frá Berlín. Sjálfur vildi hann alltaf eiga sem best skipti við Dani. Ritskoðun danskra blaða var þó býsna ólík ritskoðun í öðrum hernumdum löndum því það voru ekki Þjóðverjar sem önnuðust hana, heldur fór hún fram á vegum danska utanríkisráðuneytisins. Jafnframt fékk Lohmann sem var fulltrúi Bests hjá útvarpinu mikil völd og mátti í rauninni segja að hann réði því sem hann vildi ráða dagskrá danska útvarpsins. Meðal annars bannaði hann alla enska og bandaríska tónlist í útvarpinu og einnig sænsk sönglög. Seinna lét Lohmann þó fara að útvarpa enskri og bandarískri músík einmitt á útsendingartíma Danmörkudeildar BBC til að lokka fólk frá því að hlusta á þær útsendingar. Það var erfitt að merkja á þýskum fréttum að nokkuð væri að. Þær voru þó ekki einu fregnirnar sem Danir höfðu af gangi stríðsins því langflestir þeirra hlustuðu á sænska útvarpið og fylgdust með sendingum BBC á dönsku frá London. Það var danski ráðherrann Christmas Møller sem hafði komist úr landi vorið 1942. Hann talaði mikið í útvarpið og hafði mikil áhrif á landa sína. Það var sagt að það hefði fylgt mælinn hjá Christmas Møller að þegar Danir voru að ræða það í þinginu hvort ætti að flýta klukkunni og hafa sumartíma, vörðu Þjóðverjar í borðið og heimtuðu að það yrði gert í Danmörku af því að þeir gerðu þetta sjálfir. Þá sá Christmas Møller að það var tilgangslaust að reyna að stjórna landinu fyrst Danir máttu ekki einu sinni ráða slíkum smáatriðum og þá flúði hann til Englands. Ég veit ekki hvort það var bannað að hlusta á þessar sendingar en að minnstakosti voru ekki ströng viðurlög við því eins og í Noregi og í Þýskalandi sjálfu þar sem það gat varða dauðarefsingu. Ég hlustaði samt stundum á erlendar útsendingar þegar ég var í Þýskalandi. Ég vildi fylgjast með. Vegna þess að ég var fréttaritari gat ég líka fengið sænsku blöðin og fylgst með því sem þau skrifuðu. Framan af Danmerkurveru minni hafði ég enga aðstöðu fyrir starfsemi mína nema eigin íbúðarhúsnæði en snemma árs 1944 bauð Dr. Best mér skrifstofuhúsnæði sem losnað hafði í Dagmarshús, höfuðstöðum Þjóðverja í Kaupmannahöfn og ég þáði það. Þegar ég var kominn þangað gat ég fengið danska hjálparmenn til að starfa með mér.
Þannig myndaðist smám saman utan um mig sérstök deild sem nefnd var Informationsabteilung eða upplýsingadeildin. Þegar allt fór að hrynja hjá Þjóðverjum og þeir voru farnir að hörfa alstaðar, fékk ég til minn fréttaritara sem höfðu verið á vígstöðunum. Þar var ekkert að gera fyrir þá lengur. Það voru á milli 10 og 20 starfsmenn í minni deild undir það seinasta. Við skrifuðum fyrst og fremst fréttir af gangi stríðsins, en ekki það sem gerðist í Danmörku. Ég held að það hafi verið maður úr þýsku lögreglunni sem hafði með það að gera. Ég kynntist Dr. Best talsvert og fannst hann mjög diplomatískur. Hann var fyrst og fremst lögfræðingur og embættismaður. Hann sagði stundum að hann hafði vissan skilning á andspyrnuhreyfingunni og starfi hennar af því að hann hefði sjálfur tekið þátt í andspyrnustarfi í Rúrhéraðinu þegar það var hernumið af Frökkum. Á neðri hæðum Dagmarshús hafði Günther Pranke, sem var yfirmaður SS og lögreglunnar, Höherer SS und Polizeiführer, aðstöðu eftir að hann kom til Danmerkur í november 1943. Undir Pranke heyrðu Sicherheitsdienst SD og Sicherheitspolizei SIPO, sem aftur skiptist í leynilögregluna Gestapo og rannsóknarlögregluna Kripo. Fyrstu Gestapo-mennirnir höfðu komið til Danmerkur í maí vorið. Gestapo hafði fyrst í stað aðsetur í Dagmarhús. Eftir að Pranke kom með sína menn urðu húsakynni þar of þröng og Gestapo lagði undir sig Selhúsið snemma árs 1944. Þetta var svipað leyti og ég fekk aðstöðu í Dagmarhús og líklega hef ég fengið húsnæði sem losnaði þegar Gestapo flutti. Að minnsta kosti var ég hvorki var við Gestapo né Sicherheitsdienst í Dagmarhús eftir að ég kom þangað og hafði lítið saman að sælda við menn úr þeirra röðum. Þeir Best og Pranke voru báðir ágætis menn hvor á sinn hátt. Þeir voru þó oft ósammála og oft skarst í odda með þeim það hve mikilli hörku ætti að beita í samskiptum við Danina. Best réði meiru en Pranke einkum framan af, en þegar ástandið fór að versna í Danmörku fengu SS og herlögreglan aukin völd í hendur og stundum var farið á bak við Best. Ég held að þessi togstreita á milli þeirra hafi átt upptök sín í Berlín og hana hafi mátt rekja til valdabaráttunnar þar, einkum á milli Ribbentrops, utanríkisráðherra sem var yfirmaður Bests, og Himmlers sem var yfirmaður Pranke. Það var alltaf mikil samkeppni og deilur milli Goebbels, Himmlers og Ribbentrops og ekki alltaf ljóst hver átti að ráða. Deild mín heyrði í rauninni hvorki undir Best né Pranke, heldur beint undir höfuðstöðvarnar í Berlín-Zehlendorf. Ég var í Waffen-SS þar sem Reichsführer Himmler var æðsti yfirmaður. Hins vegar starfaði ég í Danmörku sem heyrði undir utanríkisráðuneytið og Ribbentrop. Starfsvið mitt má eiginlega segja að hafi heyrt undir áróðursmálaráðuneyti Goebbels, en þó var ég aldrei í neinum tengslum við hans menn. Best vildi allt til vinna að eiga gott samstarf við Dani og hann og Scavenius forsætisráðherra urðu góðir vinir, svo góðir að nýlega hefur komið í ljós að þeir skrifuðust á í fjölda ára eftir að stríðinu lauk. Pranke vildi vera ákveðnari við Danina en tregðaðist þó við að hlýða fyrirmælum Hitlers og Himmlers sem vildi láta hörkuna eina gilda. Það voru 6.000 gyðingar búsettir í Danmörku og þeir höfðu fengið að vera í friði til þessa. Í lok september bárust Dr. Best fregnir af því að allir gyðingar í landinu yrðu handteknir aðfaranótt 2. október og fluttir til Þýskalands. Best sendi þá eftir einum starfsmanni sínum, Duckwitz, sem var helsti ráðgjafi hans dönsk stjórnmál og skýrði honum frá þessu. Duckwitz hafði mjög góða þekkingu á aðstæðum í Danmörku og var í góðum kunningsskap við ýmsa danska stjórnmálamenn, einkum úr hópi sósíaldemókrata. Hann lét Hans Hedtoft þegar í stað vita og það tókst að aðvara flesta gyðingana og koma þeim til Svíþjóðar. Gestapo náði ekki í nema tæplega 500 danska gyðinga sem fluttir voru í fangabúðir í Þýskalandi. Ég kom oft í íslenska sendiráðið á meðan ég var í Kaupmannahöfn og einn daginn sagði Tryggvi Sveinbjörnsson við mig: heldurðu að þeir hafi ekki tekið skraddarann minn og konuna hans? Nú af hverju, spurði ég. Þá sagði Tryggvi mér að þau væru gyðingar. Hann var mjög undrandi á þessu sem von var og spurði: hvað vilja þeir með skraddara? Dönsku gyðingarnir voru sendir til
Theresienstadt. Þeir fengu að taka á móti matarpökkum sem mun hafa verið einsdæmi gyðinga í þýskum fangabúðum. Þess vegna lifðu flestir þeirra vistina af og voru fluttir til Svíþjóðar með Rauðakrossbílum, fólki Bernadotte skömmu fyrir stríðslok. Þegar leið á hernámsárin voru framin morð og hryðjuverk á báða bóga og Þjóðverjar byrjuðu að hefna fyrir skemmdarverk og manndráp andspyrnuhreyfingarinnar með því að taka gísla eða skjóta saklausa menn. Mér fannst þetta hræðilegt og það kom mjög illa við mig þegar Kai Munk var myrtur í janúar 1944. Þótt ekkert mætti segja þetta mál opinberlega, vissu allir að Gestapo stóð á bak við morðið og það var framið vegna fyrirskipana Hitlers að grípa ætti til hefndaraðgerða gegn dönsku þjóðinni vegna athafna andspyrnuhreyfingarinnar. Það kom þó fyrir ekki og eftir því sem andspyrnan í Danmörku harðnaði og skemmdarverkum fjölgaði, kröfðust þeir Hitler og Himmler öflugri hefndaraðgerða og vildu jafnvel láta skjóta 10 Dani fyrir hvern einn Þjóðverja sem félli fyrir vopnum andspyrnuhreyfingarinnar. Til þess kom þó aldrei. Best og Panke stóðu saman gegn því. Ég kynntist Panke dálítið eftir að ég fekk aðstöðu í Dagmarshús, en átti miklu meiri samskipti við aðjúnktinn hans Mayer sem var úr þýsku lögreglunni. Einu sinni bauð ég þó Best og Panke báðum saman í samkvæmi sem haldið var á vegum upplýsingadeildarinnar. Ég held ekki að þetta samkvæmi hafi verið haldið af neinu sérstöku tilefni. Þarna var nóg af áfengi og öðrum veitingum og ég held að allir hafi skemmt sér vel. Ég hafði heyrt að Best og Panke væru alltaf eins og hundur og köttur og vildi vita hvort þeir gætu alls ekki verið saman. Þeir komu báðir ásamt fylgdarliði og voru ósköp elskulegir hvor við annan, en það komst ég að því síðar að þeir voru alls ekki jafn ósamala og ég hafði haldið. Dr. Best kallaði mig einu sinni á sinn fund og bað mig að hjálpa sér við ákveðið verkefni. Þannig var að andspyrnumenn dreifðu allt fjölrituðum leyniblöðum. Þetta var sterkur áróður og Þjóðverjar reyndu mikið að uppræta þessi blöð. Þessi útgáfustarfsemi var því mikið hættuspil fyrir þá sem að henni stóðu og ég verð að segja að ég virti alltaf þá Dani sem lögðu lífið í sjölunar og börðust af heilum hug gegn Þjóðverjum. Þetta var þeirra land. Best vildi vita hvort eitthvað væri hægt að gera til að draga úr áhrifum ólöglegu blaðana. Fyrst bað hann mig að grafast eitthvað fyrir þessi blöð og athuga hvernig væri hægt að vinna gegn þeim. Ég sagðist skyldu gera það og talaði við danska stríðsfréttaritara sem komnir voru til starfa hjá mér. Okkur þótti sjálfsagt að grípa til einhverja mótleikja gegn þessum leynilegu blöðum sem allir lásu og tóku mark á. Ég vissi að þessir menn voru mjög vel ritfærir og spurði hvernig þeim litist á að við færum að gefa út eins konar andspyrnublað til að villa fyrir fólki. Já, það reynandi, sögðu þeir. Hvernig líst þér á að við gefum út jafnaðarmannablað? Við töluðum við Best og honum leist ágætlega á þessa hugmynd. Þess vegna fórum við að gefa út blað sem við kölluðum Stå fast. Það var gefið út fjölritað alveg eins og andspyrnublöðin og því dreift víða. Fólk hélt fyrst í stað að þetta væri eitt af ólöglegu blöðunum. Að nokkrum tíma liðnum hafði andspyrnuhreyfingunni þó tekist að upplýsa fólk að þetta væri blað á vegum Þjóðverja og þá lognaðist það út af. Það voru gerðar fleiri tilraunir til að gefa út blöð af þessu tagi, en ég átti engan þátt í þeim. Reyndar kom ég lítið nálægt sjálfri útgáfunni, því að þegar við vorum búnir að tala við Best og ákveða að gefa þetta út, lagði ég málið í hendurnar á dönskum samstarfsmönnum mínum. Sá færasti þeirra hét Harald Henriksen og var á aldur við mig. Hann var lögfræðingur að mennt og hafði verið einkakennari lagastúdenta eða universitetsmanudoktor sem svo var kallað. Hann var með mér mest allan tíman. Svo bættust fleiri starfsmenn við, einkum þegar farið var að halla á Þjóðverja og þá fékk ég fleiri herbyggi til umræða fyrir deildina. Þar var líka útbúið upptökustúdíó seinna. Eftir að ég fékk skrifstofu á næst efstu hæðinni í Dagmarhús var ég með fastan skrifstofutíma þar. Ég borðaði oft á den Lille Hornblæser
sem var við Ráðhústorgið, en það var líka mötuneyti í Dagmarhús og ef ég hefði ekki tíma hringdi ég oft niður og lét senda mér eitthvað upp. Haustið eftir að ég kom til Danmerkur sendu aðalstöðvarnar í Berlín-Zehlendorf mér harðsnúið SS-tímarit sem ég átti að láta þýða og gefa út á dönsku. Ég sá að það var alveg vonlaust að þýða þetta beint. Þetta var allt of harður áróður og hefði verkað fráhrindandi á alla Dani. Ég talaði þess vegna við Danina sem unnu með mér og sagði þeim að ég vildi reyna að breyta þessu tímariti dálítið þannig að það yrði ekki eins pólitískt og þýska blaðið, en þó þannig að þeir gætu komið einhverju inn á milli. Þeir voru alveg sammála mér þetta og sögðu að les engin svona áróðursblöð. Ég var ritstjóri þessa blaðs og það var mín deild sem sá útgáfu þess. Ekki skrifaði ég sjálfur mikið í blaðið en hafði yfirumsjón með útgáfinni og kippti í strengina. Í byrjun þýddum við mest af efni blaðsins úr þýska blaðinu sem okkur var sent, en reyndum þó að laga efni svolítið að dönskum aðstæðum og draga smám saman úr áráðunum. Ég kallaði blaðið Dagri eða Morgunröða. Undirtitillinn var Tidsskrift for det germanske front og kampfællesskap. Þetta blað var prentað en ekki fjölritað eins og ólöglegu blöðin og kápan var prentuð á betri pappír. Það fór dálítið á söluturna og til áskrifenda. Einu sinni vorum við meira að segja með verðlaunageturinn til að laða áskrifendur að. Þetta blað var þó áreiðanlega ekki mikið lesið enda hafði ég ekki búist við því. Það vildu heldur ekki allir láta vitnast að þeir keyptu blaðið og við buðum áskrifendum að fá það sent í lokuðu ómerktu umslagi þó að enginn gæti séð hvað þetta væri. Dagri var mánaðarblað fyrst í stað 8-12 síður en ekki leið á löngu uns það var stækkað og sumarið 1944 fór blaðið að koma út hálfsmánaðarlega. Eftir það var það aldrei minna en 16 síður og fór upp í 32 síður eða meira. Efnið í blaðinu var af ýmsu tagi og meðal annars má nefna smásögur og ljóð, ljósmyndir og teikningar, fréttapistla og fleira. Í hverju blaði var myndskreytt heilsuðugrein leiklist og aðrar greinar listir. Ég gat því komið einhverju af mínum áhugamálum að, svo voru auðvitað áróðursgreinar með, þær voru flestar þýddar úr þýsku. Eftir því sem lengra leið birtist meira af dönsku efni í blaðinu. Greinar menningu og listir og fleira. Ég var mjög hrifinn af höggmyndum Einars Jónssonar og ég gat útvegað myndir af þeim og lét nokkrum sinnum birta þær og greinar með. Stundum komu líka greinar Ísland að mínu undurlagi og skömmu fyrir stríðslok átti ég hugmyndina því að byrjað var á teiknimyndasögu Gunnlaugs sögu Ormstungu. Skopmyndir og skrýtlur voru í hverju blaði. Blaðið var líka sent til danskra hermanna á vígstöðunum og ég reyndi að hafa það í huga við efnisvalið, birti meðal annars myndir af fallegum stúlkum og fleira. Dagri var prentað í prentsmiðju Fædrelandets, dagblaðs nasista. Líklega hefði ekki verið hægt að fá það prentað annar staðar. Ég kynntist ritstjóra Fædrelandets lítillega og hafði við hann nokkur samskipti. Annars var ég ekki sérlega hrifinn af þessum dönsku nasistum og alls ekki af hersveitum þeirra, Schalburg og hippomönnum og kynntist reyndar fáum í þeirra röðum og vildi sem minnst hafa með þá að gera. Ekki löngu eftir að ég kom til Danmerkur hringdi Flemming Helvig Larsen sem hafði orðið samferða mér á vígstöðvarnar á sínum tíma í mig og bauð mér að koma heim til sín. Þá kynntist ég konunni hans, gullfallegri ljósærðri konu sem hét Ragna. Þetta var í eina skipti sem ég sá Helvig Larsen í Danmörku, en það var hann að mestu leyti á vígstöðunum til styrjaldarloka. Kjell bróðir hans var blaðamaður við Fædrelandet og stóð framarlega í flokki danskra nasista. Schalburgsveitin var kennd við C.F. von Schalburg, hinn fallna foringja dönsku Waffen-SS sjálfboðasveitarinnar Frikorps Danmark. Hún annaðist varðþjónustu af ýmsu tagi fyrir Þjóðverja, en einnig hefndaraðgerðir vegna skemmdarverka andspyrnumanna. Hyposveitin Hilfspolizei var sveit sem stofnuð var eftir að danska lögreglan var leyst upp 19. september 1944
og aðstoðaði Þjóðverja í baráttunni gegn andspyrnuhreyfingunni. Dönsku nasistarnir náðu aldrei neinu fylgi nema þá helst á meðal þýska minnihlutans á Suður-Jótlandi og komust hæst í 2% atkvæða í þingkosningunum 1939. Í kosningunum sem haldnar voru í mars 1943 og voru einu frjálsu kosningarnar sem haldnar voru í landi sem Þjóðverjar höfðu hernumið, fengu þeir aðeins 3 þingmenn, þótt þeir nytu stuðnings Þjóðverja og fengu mikil fjárframlög, þá gáfust Þjóðverjar upp á að beita þeim fyrir sig og þeir komust því aldrei í svipaða stöðu og Quisling og hans menn í Noregi. Ég fór nokkuð oft til Berlínar á meðan ég var í Kaupmannahöfn til að ræða við yfirboðara mína. Það var líka komið svo margt fólk í kringum skrifstofuna að ég þurfti að útvega ýmis tæki og fleira. Aðalstöðvar Waffen-SS voru í Wilhelmstrasse, í Zehlendorf var bara fréttaritaramiðstöð. Þar hitti maður menn frá flestum löndum Evrópu sem höfðu gert fréttaritarar hjá deildinni. Þeir sem ekki höfðu fengið herþjálfun áður voru sendir í þjálfun hjá Waffen-SS því að ef menn áttu að fara á vígstöðvarnar var nauðsynlegt að hafa hlotið einhverja þjálfun. Yfirmaður Kriegsberichterabteilung var Günther Dialkven. Hann var Sturmbannführer, það samsvarar majorstign. Ég hafði talsverð samskipti við Dialkven á sínum tíma og hitti hann alltaf þegar ég kom til Berlínar. Hann hafði stofnað blaðið Das Schwarze Korps og ritstýrt því. Þetta blað var málgagn SS og var mjög pólitískt en harðskeyttara en blaðið sem mér hafði verið sent til að þýða. Ég var dálítið hissa á þessu því mér fannst hann ekki þannig persónuleiki. Þetta var mjög kúltíverðar maður. Hann var hættur ritstjórninni þegar ég kynntist honum. Hann heimsótti mig einu sinni til Kaupmannahafnar, hefur líklega verið á einhverri yfirreið og það vildi svo til að ég átti afmæli á meðan hann dvaldi þar. Ég bauð honum heim og þegar hann kom rétti hann að mér afmælisgjöf. Það var ævisaga Bismarcks, þykkur doðrantur. Við Dialkven sátum líka stundum saman á offíserakvöldum í Berlín. Þar gátu verið skemmtilegar samkomur og þar var oft drukkið dálítið. Ég man eftir einu slíku kvöldi í Zehlendorf. Belgískur maður sem þar var í þjálfun spilaði þá á píanó af hreinustu snilld. Hann gat spilað hvað sem var án þess að hafa nótur. Þetta kvöld var ég kynntur fyrir Untersturmführer nokkrum sem reyndist vera englendingur, mér til mikillar furðu. Maður þessi talaði eingöngu ensku. Fæstir þeirra sem þarna voru kunnu ensku sér til gagns. Þess vegna gaf ég mig á tal við englendinginn og við ræddum lengi saman. Á endanum gat ég ekki hamið forvitni mína og spurði hann, hvers vegna gekkst þú í Waffen-SS? Þú hefðir átt að upplifa þetta, sagði englendingurinn niðurlútur, allan helvítis gaddavírinn og að vera þarna í herfangabúðunum. Ég þoldi það ekki lengur. Hann hafði verið herfangi og setið lengi í fangabúðum en ekki haldið vistina þar út. Síðan hafði honum boðist að sleppa út með því að ganga í Waffen-SS. Það var eini möguleikinn sem hann hafði til að losna úr haldi. Hann var við einhver störf í stríðsfréttaritaradeildinni en ég veit ekki nákvæmlega hvað hann gerði þar. Það var augljóst að honum leið ekki vel í þýska einkennisbúningnum. Hann var ekki hrifinn af að vera þarna og vildi sem minnst þetta tala. Ég veit ekki hvað varð þennan mann, en ef hann hefur lifað stríðið af, hefur hann sjálfsagt fengið mjög þungan dóm. Þekktastur breskra ríkisborgara í þýskri þjónustu var Lord Hoho, sem svo var nefndur vegna þess að hann talaði með háðslegum yfirstéttarheim. Hann hét réttu nafni William Joyce og var írskur að ætt, en fæddur í Bandaríkjunum. Hann talaði í þýska útvarpið allt stríðið og var síðar dæmdur til dauða fyrir landráð. Í eitt skipti sem ég kom til Berlínar björguðum ég ásamt íslensku stúdentunum sem ég bjó hjá, líklega heilli blokk frá því að verða eldi að bráð. Það atvikaðist þannig að einu nóttina var gefið loftvarnamerki. Óvinarflugvélar voru að nálgast í náttmyrkrinu. Allir ruku á fætur og flýttu sem niður í loftvarnabyrgin. Í kjöllurum allra húsanna höfðu verið útbúin byrgi og þar voru fötur með sandi til að slökkva eld. Sandfötur voru einnig í öllum stigagöngum í húsinu.
Því stundum var kastað niður íkveikjusprengjum, fosfórsprengjum og þann eld var ekki hægt að slökkva með vatni. Við Íslendingarnir stálumst út áður en merki var gefið að árásinni væri lokið. Við vorum forvitnir og vildum vita hvort einhverjar sprengjur hefðu fallið í nágrenninu. Þegar við komum út úr byrginu sáust engar flugvélar lengur, en við sáum að hornhúsið sem var sambyggt húsinu sem við bjuggum í hafði orðið fyrir sprengju og það logaði eldur á efstu hæðinni. Þar hafði fallið íkveikjusprengja og farið í gegnum þakið og þar var kviknað í. Þar hafði fallið íkveikjusprengja. Þegar við komum út úr byrginu sáust engar flugvélar lengur, en við sáum að hornhúsið sem var sambyggt húsinu sem við bjuggum í hafði orðið fyrir sprengju og það logaði eldur á efstu hæðinni. Þar hafði fallið íkveikjusprengja og farið í gegnum þakið og þar var kviknað í. Við flýtum okkur inn í húsið og hlupum upp stígana. Þegar þangað kom sáum við að eldur logaði á þurrkloftinu og sprengjan var búinn að éta sig í gegnum gólfið og niður á næstu hæð. Þar var kviknað í svefnherbergi. Við gripum strax sandföturnar og byrjuðum að ausa sandi á lóðana. Íbúar hússins voru ekki komnir upp úr kjallaranum og við vorum einir að berjast við eldinn fyrst í stað. Loks fór fólki þó að tínast út og þá skipuðum við því í röð og létum það handlanga sandfötur upp alla stigana. Það tókst að slökkva eldinn og við félagarnir töldum að við hefðum bergað húsinu af því að við vorum svo fljótir á vettvang. Ég ætlaði að fara til Kaupmannahafnar daginn eftir með lestinni, en þá hefðu fallið sprengjur á lestarstöðina og neðanjarðarbrautina næst okkur og ég varð að bíða í nokkra daga þar til búið var að gera við skemmdirnar svo að unnt væri að komast áleiðis. Þessi árás var einhver fyrsta stóra loftárásins sem gerð var á Berlín. Seinna áttu Berlínarbúar eftir að kynnast betur gífurlegum eyðingarmætti slíkra stórárása. Þá dugði sandaustur oftast skammt til að koma í veg fyrir eyðileggingu. Fyrst í stað var ég hræddur við að fara til Berlínar vegna loftárásana. Yfirleitt komu flugvélar bandamanna á nóttunni og vörpuðu eldi og dauða yfir borgina. Fyrst í stað var ég hræddur að fara til Berlínar vegna loftárásana. Yfirleitt komu flugvélar bandamanna á nóttunni og vörpuðu eldi og dauða yfir borgina. Flestum var órótt þegar þeir lögðust til svefns á kvöldin. Þetta vandist þó og fólk fór að geta sofið í loftvarnarbyrgjunum og sprengjurnar féllu allt í kring og loftvarnarbyssurnar hrinu og geltu. Fólk forðaðist að hugsa hættuna og reiknaði bara með því að ekkert kæmi fyrir. Sumir virtust undarlega tilfinningalausir gagnvart hörmungum styrjaldarinnar. Í einni Þýskalandsferð minni átti ég leið í gegnum Hamborg. Bómhjónin höfðu þá skrifað mér og sagt að ég gæti gist í húsi þeirra á meðan ég dveldi í borginni. Sjálf voru þau á Amrum. Þegar ég kom að húsi þeirra reyndist þar vera maður úr SD, Sicherheitsdienst, ásamt konu sinni. Skömmu áður hafði verið gerð mikil loftárás á borgina og konan fór að segja mér frá því að þegar árásin var afstæðin hefði fólk komið að húsinu og beðið þau að gefa sér að minnsta kosti vatn að drekka. Þetta var alveg óþolandi, sagði konan. Það var engin friður fyrir þessu. Það voru allir að biðja vatn að drekka. Mér ofbauð að nokkur manneskja skyldi hugsa svona. Þetta fólk var sumt nýkomið úr brennandi húsum sínum og hafði mist allt sitt, en hún stóð bara og kvartaði yfir því að hafa ekki haft frið fyrir því. Mér fannst þetta óhugnanlegt kaldlyndi og gat ekki hugsað mér að dvelja hjá þessu fólki nema eina nótt. Kaflafyrirsögn samskipti við Íslendinga. Eftir að ég gekk í Waffen-SS gekk ég yfirleitt í búningi þegar ég var á vígstöðunum og einnig á ferðalögum. Í Kaupmannahöfn geymdi ég búninginn hins vegar á skrifstofunni og gat þá brugðið mér í hann þegar á þurfti að halda, en gekk annars ekki í honum. Í Berlín var ég í borgaralegum fötum nema þegar ég fór út í Zehlendorf. Þar voru allir í búningi. Það var nokkuð misjafnt hvort Íslendingar í Kaupmannahöfn vildu eitthvað hafa saman við með að sælda eða ekki.
Þó held ég að þeir kommunistar sem þarna voru hafi að minnsta kosti ekkert sóst eftir mínum félagsskap. Þeir sem ég hafði þekkt áður létu mig hins vegar yfirleitt ekki finna fyrir neinu. Danskir ættingjar mínir höfðu skrifað mér á meðan ég var í herþjálfun, til dæmis moster Emilie, móðir Göggu Lund. Við skrifumst dálítið á og ég gat ekki fundið á bréfum hennar að henni þætti nægt athugavert við að ég gerist hermaður. Þegar ég kom aftur til Danmerkur hafði ég samskipti við þessa ættingja mína, en þó mun minni en áður. Ég fann að þeim mislíkaði að ég skyldi vera í hernámsliðinu eins og eðlilegt var. Ekki löngu eftir að ég kom til Hafnar var ég boðinn til Sveins bróður míns og konu hans sem þá bjuggu úti á Friðriksbergi. Þar voru fleiri gestir og einhverjir þeirra fóru að spyrja Svein mig, þóttust hafa orðið varir við einhverjar skoðanir hjá mér sem þeim líkaði ekki. Hann sagði strax, hann er gott nokk, og þá var ekki meira það talað. Við héldum áfram að skemmta okkur. Ég var auðvitað mikið með mínum góðu vinum frá Hamborg, Birni Kristjánsinni og Hermínu konu hans, sem komin voru til Danmerkur og bjuggu úti á Amager. Kristján Albertsson hitti ég oft og við sátum stundum saman á den Lilli Hornblæser á Ráðhústorginu. Kristján hafði verið lektor við háskólann í Berlín en fór þaðan og til Kaupmannahafnar árið 1943. Óli Vilhjálms var með sambandsskrifstofuna í Höfn og komst ekki heim heldur. Hann var mikill heiðursmaður og við vorum alltaf góðir kunningjar. Þetta fólk hafði allt dvalið langdvölum í Þýskalandi og hafði þess vegna betri skilning á mínum viðhorfum en margir aðrir, þótt það væri sjálft misjafnlega hrifið af nasistum og þeirra stjórnarháttum. Ármann nokkur Kristjánsson átti litla nýlönduvöruverslun einhvers staðar nálægt Suðurhöfninni. Ég skipti mikið við hann og gat oftast keypt hjá honum sígarettur og fleira sem erfitt var að fá. Þar var alltaf hægt að hitta Íslendinga og rabba við þá. Guðmund Kamban hitti ég einu sinni eða tvisvar. Mér langaði mikið til að kynnast honum betur því ég dáði verk hans. Fyrir jólin 1943 fékk ég jólasendingu frá yfirstjórn deildarinnar í Tjellendorf og í henni var meðal annars 3 pela flaska af Bommerlunder ákavíti og eitthvert annað vín. Ég bjó þá í pensjón Gotha við Nörrevoldgade, rétt hjá Botanískhafi. Þá bauð ég til mín gestum, þar á meðal Óla Vilhjálms og Kristjáni Albertsinni, og sagði við Kristján að mér þætti vænt ef hann gæti fengið Kamban til að koma líka. Kristján tók vel í þetta og Kamban kom með honum. Ég man að hann sagði þegar hann sá veitingarnar, nei, Bommerlunder, þetta er besta brennivín sem til í heiminum. Við sátum þarna eitt kvöld og skemmtum okkur konunglega. Mér féll einkar vel við Kamban. Hann var mjög fjölhæfur maður og góður Íslendingur. Ég var byrjaður að gefa út dagri þegar þetta var og spurði hann í þessu samkvæmi hvort hann vildi ekki skrifa grein í blaðið. Já, þið skuluð klára stríðið fyrst áður en ég fer að gera slíkt, sagði hann þá. Þá vissi ég að þetta þýddi ekki að tala við hann það meir. Þá vissi ég að það þýddi ekki að tala við hann það meir og nefndi þetta ekki oftar. Ég hitti Kamban aftur en man ekki hvort það var á Íslendingamóti eða hvort ég mætti honum bara á götu. Hann kom heldur ekkert nálægt útvarpinu þessa fáu daga sem ég var þar. Ég hafði lítil kynni af dönskum nasistum öðrum en þeim samstarfsmanna minna sem voru í flokknum og hitti þá sjaldan. Ég hefði ekki viljað vera í þeirra afstöðu og átti bágt með mér að skilja þá Dani sem unnu með Þjóðverjum og sviku landa sína í hendur þeirra. Þjóðverjarnir reyndu aldrei að veiða neitt upp úr mér íslenskar aðstæður. Þó kom fyrir að leita var upplýsinga hjá mér Íslendinga sem höfðu sótt að fá að fara til Svíþjóðar, sjálfsagt með það fyrir augum að reyna að komast heim og ég spurði hvort þetta væru ekki kommunistar. Meðal annars man ég eftir að hafa verið spurður Magnús Kjartansson, síðar ritstjóra Þjóðviljans. Hann hafði ég þá aldrei heyrt nefndan. Ég gaf alltaf sama svarið, sagði að Ísland væri langt frá Sovétríkjunum og þetta væru allt góðir Íslendingar. Það væri alveg óhætt að leyfa þeim að fara. Ég veit heldur ekki til að neinn Íslendingur í Danmörku hafi lent í vandræðum vegna umsóknar slíkt ferðaleyfi. Íslendingar voru annars ekki mjög vinsælir í Danmörku seinustu ár stríðsins
og mörgum Dönum var í nopið þá og töldu þá vera að svíkja Danmörku og konunginn í sjálfstæðismálinu. Aðrir öfunduðu Íslendinga af því að hafa verið svo stálheppnir að það voru bandamenn sem hernámu land þeirra og héldu að þeir lifðu í vellystingum og þyrftu ekkert að leggja í sölunar. Þeir áttuðu sig ekki á að fjölmargir íslenskir sjómenn létu líf sitt á henni hættulegu siglingu með fisk til Bretlands eða varning frá Ameríku. 17. júní 1944 var hátíðisdagur fyrir okkur Íslendingana. Systkini mín Killa og Sveinn komu til mín í kokteil ásamt mökum sínum, Sverri og Gurli, og fleiri voru þar einnig. Við karlmennirnir vorum í kjól og hvítt og konurnar í síðkjólum. Þetta var svo mikill dagur og meðal okkar ríkti mikil gleði yfir því að Ísland skyldi loksins vera frjálst. Ég fékk ljósmyndara til að koma heim og taka mynd af okkur til minningar þennan dag. Hann seldi svo Berlínske Tíðindi myndina og hún birtist í blaðinu 2 dögum síðar. Við fórum á Íslendingamótið, þar var góð stemning enda voru flestir Íslendingar í Danmörku þar mættir til að fagna stofnun lýðveldisins. Þar voru líka margir Færeyingar komnir til að samfagna frændum sínum. Það var borðhald í stórum sal og mikill hátíðarbragur á öllu. Ég hitti þar ýmsa kunningja sem ég hafði ekki séð árum saman, en annars þekkti ég ekki margt af yngra fólkinu og það ekki mig. Ekki gat ég séð að neitt sem þarna var gerði sér sérstaklega far að sniðganga mig og varð ekki var við andúð í mig garð á þessari samkomu nema hvað ókunnugur maður sem ég gekk framhjá hreytti einhverju í mig. Okkur var mikið hugsað heim þennan dag, ekki síst þegar fréttir bárust af því að pabbi hefði verið kosinn fyrsti þjóðhöfðingi Íslands. Mér varð undarlega innanbrjósts. Ég var stoltur og glaður vegna hinnar miklu virðingar og traust sem honum hafði verið sýnt, en fannst jafnframt mjög niður að ég skyldi hafa gengið í þjónustu Þjóðverja fyrst svona var komið. Ég gerði mig grein fyrir að hann hlyti að vera í mjög erfiðri aðstöðu mín vegna. Það hefur ekki verið gaman fyrir hann að vita að ég var að flækjast þarna í þessum félagsskap. Ég var bundinn í þýskri þjónustu og vissi að ég fengi mig ekki lausan, en vildi ekki gerast liðhlaupi. Ég hafði aðgang að erlendum blöðum, einkum sænskum, og vissi að Þýskaland stóð mjög höllum fæti og þar stefndi allt í óefni. Ég gat ekki hlaupist undan merkjum og síst þegar svo var komið. Ég var farin að sjá að það var stór hættulegt fyrir Hildi að vera lengur í Þýskalandi. Hún var þá farin frá Amrum fyrir nokkru og var í menntaskóla í Rendsburg, skammt frá Kiel, sem hafði orðið fyrir gífurlegum loftárásum þetta sumar. Ég ákvað að sækja hana þangað og taka hana með mér til Kaupmannahafnar. Það var talað að hún kæmi til Danmerkur í sumarfrí, en ég var ákveðin í að láta hana ekki fara aftur til Þýskalands. Ekki man ég fyrir víst hvenær ég sótti hana, en það hefur verið fyrir lok júlí. Þegar ég kom til Rendsburg kom í ljós að hún hafði farið til embættismanns þar í bæ og afhent honum vegabréf sitt í því skyni að það yrði sent til Berlínar, eins og yfirleitt hafði þurft að gera áður en farið var úr landi. Mér brá í brún því ég hafði nýlega verið í Berlín og vissi að hálf borgin var í rústum. Þar var allt í öngþveiti og óvíst að vegabréfið kæmi aftur þaðan. Ég var því kvíðinn þegar við fórum til fundar við embættismanninn sem tekið hafði við vegabréfinu. Þá kom í ljós að hann gerði sig grein fyrir ástandinu ekki síður en ég, því hann sagði: mér datt ekki í hug að senda passan hennar og afhendi okkur hann. Þá létti mér mikið því það hefði áreiðanlega valdið barninu ómældum erfiðleikum að standa uppi vegabréfslaus og það var ekki hlaupið að því að útvega nýtt vegabréf eins og ástatt var. Við gistum á hóteli í Rendsburg nóttina áður en við fórum til Danmerkur. Þegar við vorum komin upp í lestina og hún var lögð af stað brá Hildi illa við. Hún áttaði sig allt í einu á því að hún hafði geymt kápunu sinni á hótelinu. Þetta var ægilegt áfall í hennar augum því kápur var alls ekki hægt að fá í Þýskalandi. Í Danmörku gegndi hins vegar öðru máli og ég keypti kápu á hana þegar við komum til Hafnar. Hún entist reyndar ekki lengi því hún var úr gerviefni sem trosnaði strax upp, en við gátum útvegað aðra sem reyndist betur. Íbúðin sem ég bjó í var svo lítil að ég gat ekki haft Hildi hjá mér
og þess vegna bjó hún fyrst í stað í Gentofte hjá kunningja mínum, blaðamanni við Dagru og konu hans, Birgir von Cotta Schönberg, og konu. Íbúðin sem ég bjó í var svo lítil að ég gat ekki haft Hildi hjá mér og þess vegna bjó hún fyrst í stað í Gentofte hjá kunningja mínum, blaðamanni við Dagri og konu hans. Birgir von Cotta Schönberg var þýskaættaður Dani sem skrifaði mikið í blaðið og sá umbrot þess. Hann hafði áður verið blaðamaður við Kritisk Ugerúve. Haustið byrjaði Hildi í þýska skólanum St. Petri Schule og þá flutti hún fyrst til Grete dóttur Schönberg hjónanna sem bjó nær skólanum en þau. Hún eignaðist góðar vinkonur í þessum skóla, þar á meðal Giselu dóttur Bests og fleiri. Við Óli Vilhjálms vorum alltaf miklir vinir, þótt við værum ósammála margt, og á afmælisdaginn sinn bauð hann okkur Hildi í fínan dinner á Hótel Skandia. Við vorum aðeins 3 og mér þótti mjög vænt að Óli skyldi sýna mér vináttu sína á þennan hátt. Því miður endaði kvöldið með deilu á milli okkar. Pólitík og framferði Þjóðverja. Það skarst í odda með okkur út af einhverjum smámunum og þetta jókst orð af orði. Við vorum líka búnir að fá okkur dálítið í glas og það kynti undir. Einhver tíma á síðasta ári stríðsins komu 2 ungir Íslendingar að máli við mig og sögðu: Við viljum fara að berjast við Rússana. Geturðu ekki sagt okkur hvert við eigum að snúa okkur? Ég réði þeim frá þessari glópsku og sagði þeim eins og var að nú væri stótt að Þýskalandi úr öllum áttum og það þyrfti kraftaverk til að bjarga því. Mér fannst óforsvaranlegt að stuðla að því að þeir færu á vígstöðvarnar að berjast eins og ástandið var orðið, en þeir voru beinharðir og vildu endilega leggja eitthvað að mörkum. Þá ráðlagði ég þeim að sækja að fara í Gjálfum sem fréttaritarar og reyna svo að komast til starfa í minni deild. Þeir fóru að ráðum mínum og voru sendir til Zehlendorf í stutta herþjálfun sem ætluð var fréttariturum. Síðan voru þeir sendir aftur til Danmerkur og komu til starfa hjá mér. Líklega hefðu þeir ekki átt afturkvæmt ef þeir hefðu farið á vígstöðvarnar. Annar þessara manna hafði á sínum tíma farið heim til Íslands með Esju Petsamo en ekki unað sér þar. Hann hafði því komist aftur til Danmerkur í gegnum Bandaríkin og Japan, að ég held, og fékk fyrir það einhverja silfurnælu frá Þjóðverjum. Þegar ég var búinn að fá þessa Íslendinga til starfa tókst mér að koma af stað útvarpssendingum til Íslands frá Kaupmannahöfn. Þetta voru stuttbylgjusendingar og ég komst seinna að því að þær höfðu heyrst hér heima. Ég lét þessa pilta alveg sjá þetta. Við fengum aðstöðu fyrir útvarpssendingarnar í Dagmarhús á sömu hæð og fréttaritara-skrifstofurnar voru og útbyggum þar lítið stúdíó. Svo fengum við segulbandstæki og allt tilheyrandi frá Þýskalandi og létum klæða útsendingarklefann innan til að bæta hljómburðinn. Þeir fóru svo að senda út fréttir á íslensku. Segulbandið var ný uppfinning á þessum tíma og fáir sem höfðu kynnst þessari tækni. Danska útvarpið átti ekkert slíkt tæki og kannski hefur segulbandið okkar verið hið fyrsta í Danmörku. Ég sýndi bæði Best og Panke stúdíóið og lét strákana taka upp allt sem þeir sögðu á meðan þeir voru að skoða það, án þess að þeir yrðu þess varir. Svo spiluðu strákarnir upptökuna þegar ég gaf þeim merki. Bæði Best og Panke göptu af undrun þegar þeir heyrðu allt í einu í sjálfum sér. Þegar farið var að senda út á íslensku vildu Danirnir sem voru hjá mér nota tækin líka og gera eitthvað svipað. Þeir stungu upp að því að fara líka að senda út á dönsku og láta sem andspyrnuhreyfingin væri þar að verki. Þeir fengu sendi sem hægt var að hafa í bíl og fóru svo að stað með segulbandið og sendu út upptökur og töluðu beint. Þeir óku fram og aftur, sendu út frá hinum og þessum stöðum og voru aldrei lengi á sama stað. Þetta var gert á öllum ólöglegum útvarpsstöðum til að ekki væri hægt að miða sendistöðuna út. Þessar sendingar voru alfarið á vegum Dananna í deildinni. Mér var ljóst að þetta var komið út fyrir það svið sem mér hafði verið falið að sinna. Ég hafði þó enga þörf fyrir þessa menn við önnur verkefni. Eftir að Þjóðverjum fóru að ganga verð var minna að gera fyrir stríðsfréttaritara. Það kom líka fyrir að ég gerði
það fyrir bænastað annarra að sækja að fá menn sem vildu komast heim af vígstöðunum. Það voru margir sem vildu bjarga sér til Danmerkur áður en þeir yrðu drepnir, enda voru þetta ekki bardagamenn heldur fréttaritarar. Ég var því kominn með fleiri starfsmenn en ég þurfti á að halda og þess vegna leyfði ég þeim að gera þetta.